Blóðugir og sárir minkar sem farnir eru að naga sig inn að beini á meðal þess sem sést á myndefni sem tekið var á loðdýrabúum hér á landi. Yfirdýralæknir MAST telur endurskoða ætti lög sem heimila loðdýrarækt. Ísraelar segjast hafa drepið háttsetta yfirmenn í Íran en stjórnvöld þar hafa ekki staðfest dauðsföllin. Stjórnvöld í Ísrael hvetja Írana til að steypa stjórnvöldum af stóli. Almyrkvi á sólu í ágúst gæti laðað fjölda ferðamanna að Látrabjargi, mikil eftirspurn eftir gistingu og þjónustu á Vestfjörðum dagana kringum sólmyrkvann. Írar allan heim fagna þjóðhátíðardegi sínum í dag. Dagur heilags Patreks hefur í seinni tíð farið að snúast mikið drykkju í blandi gleði og glaum. St. Patrick's Day! Komiði sæl. Yfirdýralæknir MAST telur að stjórnvöld ættu að fylgja fordæmi ríflega 20 Evrópuþjóða sem hafa bannað loðdýrarækt. Myndir sem teknar voru á minkabúum á Íslandi varpa ljósi á aðbúnað minka hér á landi og sýna þá blóðuga og sára. Við vörum við myndunum sem fylgja þessari frétt. Þetta á meðal mynda sem finnskir dýraverndarsinnar tóku í október og nóvember í fyrra og 3 minkabúum af 6 sem þá voru starfrækt hér á landi. Búin sem myndirnar voru teknar á eru öll hætt starfsemi af fjárhagslegum ástæðum. Þetta augljóslega ferskt og ef þetta eru bara blóðnasir þá getur þetta slíkt komið fyrir. En þetta þyrfti nánari athugunar, það erfitt að tjá sig bara myndina. Hér dautt dýr sem ekki búið að fjarlægja úr umhverfi lifandi dýra. Og það brýtur ákvæði reglugerðarinnar. Þetta augljóslega veikt dýr og hefði átt að bregðast við. Hér sjáum við nokkuð gamlan skaða sem er á fæti og þetta dýr ætti tafarlaust að aflífa ef þú verður varð við slíkan skaða. Lina þjáningar þess. Aðeins 1 loðdýrabú starfrækt í dag, Dalsbú í Helgadal. Myndirnar sem hér hafa verið birtar eru ekki teknar þar, en þó hafa margar alvarlegar athugasemdir verið gerðar. Það nokkuð ljóst að sum bú hafa verið meiri vandræðabú en önnur. Það hafa verið margar og sumar alvarlegar athugasemdir gerðar við þá starfsemi. Lög velferð dýra kveða á að dýr eigi að geta sýnt sitt náttúrulega eðli, nokkuð sem Þóra telur að minkar í loðdýrabúum geti ekki gerst. Ég held að stjórnvöld þurfa að taka það til skoðunar á hverju ákvörðun svona starfsemi sé byggð. Það hefur verið bylgja í allri Evrópu að taka það til skoðunar og ég held að íslensk stjórnvöld þurfi einnig að gera það. Og það verður nánar að fjalla þetta mál í Kveik klukkan 20:15 í kvöld. Ísraelar segjast hafa drepið yfirmann öryggisráðs Írans og yfirmann öryggissveitar stjórnvalda. Forsætisráðherra Ísrael segir þetta grafa undan stjórnvöldum í Íran og gefa tækifæri til stjórnarskipta. הבוקר חיסלנו את עלי לריג'אני. אנחנו מערערים את המשטר הזה בתקווה לתת לעם האיראני הזדמנות לסלק אותו. זה לא יקרה בפעם אחת, זה לא יקרה בקלות, אבל אם נתמיד בזה, אנחנו ניתן lהם הזדמנות שהם יוכלו לקחת את גורלם בידיהם. Larijani var yfirmaður öryggisráðs Írans og var samkvæmt Ísraelum felldur í loftárás í nótt. Þeir segja hann hafa verið raunverulegan leiðtoga Írans eftir að æðstiklerkurinn Ali Khamenei var drepinn í árásum Ísraels og Bandaríkjanna 20. og 8. febrúar. AFP fréttaveitan segir hann háttsettasta Íranan sem ráðinn hafi verið að dögum síðan þá. Íranar hafa ekki staðfest fregnirnar og í dag birtist færsla á aðgangi Larijani á samfélagsmiðlum X þar sem hann minntist íranskra sjóliða sem féllu þegar bandaríski herinn sökkti íranskri freigátu. Með drápinu á Larijani hafa margir háttsettustu embættismenn Írans fyrir stríðið verið felldir. Meðal þeirra sem felldir voru í upphafi stríðsins voru auk æðstaklerksins, öryggisráðgjafi og náinn bandamaður Khameneis, yfirmaður byltingavarðarins, varnarmálaráðherrann og yfirmaður hersins. Ísraelar segjast einnig hafa fellt Gholam Reza Soleimani, yfirmann öryggissveita íranskra stjórnvalda.
Soleimani sagður hafa farið fyrir aðgerðum öryggissveita stjórnvalda, Basij, þegar fjölmenn mótmæli voru brotin á bak aftur fyrir árinu, þegar tugir þúsunda voru drepnir og handteknir. The Basij under Soleimani's command was responsible for the brutal repression of the Iranian people seeking their freedom. Our actions are weakening its repression mechanism. The regime can only be toppled by the Iranian people. Yet, without external help, the Iranian people cannot liberate themselves. Sérfræðingar eru sammála að áhrif drápana á stjórnvöld í Íran verði mikil. Reynist það rétt að leiðtogurnir hafi verið drepnir. Bandaríski fjölmiðillinn The New York Times hefur eftir írönskum stjórnmálaskýranda að líkurnar á pólitískri lausn á lokum stríðsins minnki við þetta. Ísraelar segjast ætla að halda áfram að hundelta leiðtoga Írans. Yfirmaður ríkisstofnunar varnir gegn hryðjuverkum í Bandaríkjunum sagði af sér í dag vegna andstöðu við árásir á Íran. Í uppsagnarbréfi sem Joseph Kent, yfirmaður stofnunarinnar, birti á X, segir hann geti ekki með góðri samvisku stutt yfirstandandi stríð í Íran. Engin yfirvofandi ógn stafi af ríkinu og ljóst sé að Bandaríkin hafi hafið þetta stríð vegna þrýstings frá Ísraelum og öflugum þrýstihópum þeirra innan Bandaríkjanna. Trump hafi áður verið ljóst að stríð í Mið-Austurlöndum væri ekki til góðs fyrir Bandaríkin. Hann hafi verið blekktur á háttsettum Ísraelum og áhrifamönnum í Bandaríkjunum. Kent fyrsti háttsetti bandaríski embættismaðurinn sem segir af sér í mótmælaskyni við stríðið gegn Íran. Ekki gert ráð fyrir kostnaði vegna breyttra kjarasamninga starfsfólks hjúkrunarheimila í framkvæmdaáætlun uppbyggingu hjúkrunarrýma sem kynnt voru í gær. Formaður Eflingar segir kostnaðinn hlaupa á hundruðum milljóna. Ráðherra segir ríkissjóð standa straum af kostnaði. Rífilega 1500 ný hjúkrunarrými eiga að rísa fyrir árslok 2030, gangi ný framkvæmda áætlun uppbyggingu hjúkrunarrýma eftir. Samkvæmt áætluninni sem Inga Sæland mennta- og barnamálaráðherra kynnti í gær verður mönnun á þessum nýju rýmum gríðarstór og mikil áskorun. Hún sagði lausnina á vandanum meðal annars felast í því að hækka laun umönnunarstjætta. Formaður Eflingar segir málið ekki svo einfalt. Já, ég að sjálfsögðu vil að laun þeirra sem eru að vinna inn á þessum vinnustöðum, Eflingar félaga sem og annarra séu sem best. En þegar við fórum til dæmis í síðustu kjarasamningsviðræður vegna hjúkrunarheimilana, þá voru það ekki launin sem voru fólki efst í huga, heldur voru það starfsaðstæður. Þannig að þær eru mjög erfiðar. Það er oft á tíðum mikil undirmönnun. Það er mikil veikindatíðni, há starfsmannavelta, raunverulega nákvæmlega sömu vandamál og eru að plaga til dæmis leikskólana hér í borginni. Þannig að ef það á að takast að fá allan þennan stóra hóp til starfa, þá þarf að laga aðstæður inn á þessum vinnustöðum mjög mikið. Efling sagði upp kjarasamningum við ríkið fyrir ári síðan vegna þess að skilyrði samningsins bætta mönnun á hjúkrunarheimilum voru ekki uppfyllt. Til að leysa þá stöðu samdi ríkið við Eflingu launahækkanir starfsfólks hjúkrunarheimila. Í nýrri framkvæmda áætlun mennta- og barnamálaráðherra segir að kostnaður vegna þeirra hækkana sé enn ófjármagnaður. Og ég held að kostnaðaraukinn við þær auka hækkanir hafi verið einhverjar nokkur hundruð milljónir á ári út samningstíman. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, vertu velkomin til okkar. Takk fyrir. Bara beint í framhald að þessari frétt, Inga Sæland ráðherra lagði til í gær sem lausn á þessu máli að hækka laun þessa hóp sem vinnur við hjúkrunarheimilin. Stendur það til? Nei, þetta eru auðvitað hlutir sem eru ákvarðaðir við samningsborðið og það er nú dálítið langt í það að samningar losni. Þannig að þið hafa ekkert verið að ræða það? Nei. En hún sagði líka að það stæði ekkert á fjármögnun þessara 1500 hjúkrunarrýma sem stendur til að reyða. Eru þeir peningar til í ríkissjóði? Já, það er þannig að það hefur lengi verið mikil þörf á hjúkrunarrýmum og það hefur verið tekið frá fjármagn í fjárfestingar til að byggja þau upp. Þeir peningar hafa ekki gengið út. Síðan hefur þessi ríkisstjórn lagt sérstaka áherslu á þennan málaflokk þannig að uppbyggingin er fjármögnuð. Síðan varðandi reksturinn að þá er það auðvitað þannig að stórum hluta notum við í dag heilbrigðiskerfið, sjúkrahúsin, sérstaklega Landspítalann, til þess að sinna hlutverki sem raunverulega gerir honum erfiðara fyrir, er miklu mun dýrari þjónusta en svo sem hægt er að veita á þessum stofnunum. En hver er heildarkostnaðurinn við þessa nýja framkvæmdaáætlun? Ég er ekki með þá tölu í hausnum, en þetta dreifist auðvitað yfir nokkur ár. Já. Við erum með tvær lausnir. Samt veistu að fjármagnið er til? Já,
Með þess að við erum með 2 lausnir í gangi, annars vegar leiguleið og hins vegar uppbyggingu og það fer svolítið eftir í hvernig skiptingin verður á milli þessara 2 liða, hversu mikil fjárfestingin verður og hvað mun koma í gegnum leigu síðar. En með það hver kostnaðurinn sem þú veist ekki alveg hver þá verður gert ráð fyrir þessu í fjármálaáætlun. Veist að það eru gríðar margar tölur í reikningum ríkisins. Mjög margar og breytilegt eftir árum, en það náttúrulega stór hængur á að ef að mönnun ekki búið að tryggja hana. Það alveg rétt. En verður gert ráð fyrir þessu öllu í fjármálaáætlun til 2031? Já, það gert ráð fyrir viðbótum í mönnun. Nú það þannig að sá liður heyrir undir annar ráðuneyti, heilbrigðisráðuneytið, en það gert ráð fyrir viðbótum þar til þess að mæta þeim kostnaði. Rétt í lokin, ertu bjartsýnn á að þessi framkvæmda áætlun standist, þetta verði byggt og þessi tilfellu þessu? Ég held að sé mjög mikilvægt að þessi plön gangi eftir og ég held að það sem hefur þegar áunnist sýni að þessa ríkisstjórn full alvara í að ná þessum árangri. Í dag þá erum við annarkvort ekki að veita þjónustuna eða veita þjónustuna í gegnum miklu mun dýrari leiðir. Þannig að já, þetta verður að ganga eftir. Og þetta raunhæft? Þetta raunhæft. Daði Már Kristófersson, takk hérlega fyrir að koma hingað til okkar. Og við ætlum að halda okkur í pólitíkinni því fyrir umræðum þingsályktunartillögu utanríkisráðherra þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið lokið. Tekist þar á málið á Alþingi í gær til að verða 11 í gærkvöld. Umræðan stóð yfir rúmlega 21 klukkustund. Málið fer nú til meðferðar hjá utanríkismálanefnd áður en það kemur til síðari umræðu. Nú formaður nefndarinnar stefnir á að málið gangi til síðari umræðu eftir sveitarstjórnarkosningar í maí. Formaður Sjálfstæðisflokksins hyggst leggja til að þjóðaratkvæðagreiðslunni verði seinkað. Nú Eva Björk Benediktsdóttir fréttamaður á Alþingi. Eva Björk, formaður Sjálfstæðisflokksins hefur boðað þessa breytingartillögu. En hvenær leggur hún til að þjóðaratkvæðagreiðslan fari fram? Já, hún leggur til að hún fari fram 17. október en núna stendur til að hún verði 29. ágúst. En það ekki það eina sem hún leggur til, Guðrún, hvað fleira? Já, mitt megin markmið með þessum tillögum að koma því til skila að það verður að eiga sér stað vöndum málsmeðferð og að góðar upplýsingar komist til þjóðarinnar. Og þess vegna hef ég lagt til, ég sagði það reyndar strax þegar málið kom hér inn í þingið og var lagt fram, að þessi tími væri mjög knappur og það væri, og orðalagið væri einnig óljóst hvað tæki við ef að þjóðin segir já í þessari atkvæðagreiðslu. Þess vegna hef ég lagt til þessar 3 breytingar og vænti þess að það verði umræðu þær í utanríkismálanefnd og þá númer 1 að það að seinka þessari atkvæðagreiðslu aftur í október þannig að þá gefst meiri tími til þess að fólk geti leita sér upplýsingar og fræða þjóðina. Nú einnig legg ég til að orðalag spurningarinnar verði breytt þannig að það sé alveg skýrt hvað felst í spurningunni. Og svo í 3. lagi ég að leggja til að Feneyjanefndin verði kölluð til sem ráðgefandi nefnd hér við stjórnvöld, bæði hvað varðar orðalagið en ekki síður við framkvæmdina. Og af hverju geri ég það? Jú, meðal annars vegna þess á blaðamannafundinum þegar að forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar kynntu þetta mál að þá lýstu þær yfir áhyggjum sínum af erlendum áhrifum með þessu máli og þess vegna tel ég þá augljóst að við ættum að kalla til Feneyjanefndina til þess að ráðleggja okkur varðandi þessar kosningar. Segjum sem svo að atkvæðagreiðslunni yrði frestað. Myndi Sjálfstæðisflokkurinn hleypa þessu máli í gegna á vorþinginu? Nú lauk þessari umræðu hér í gær, önnur umræðu eða síðari umræðu þessari máls að hún fer fram líklega ekki fyrr en eftir kosningar í maí, eftir því sem formaður utanríkismálanefndar sagði í dag. Við skulum nú bara spyrja leikslokum en ég legg bara áherslu á það. Þetta risastórt mál með grundvallar hagsmuni íslensku þjóðarinnar undir og þess vegna eigum við hér að vanda til verka og við erum að vanda til verka með því að gefa fólki, þjóðinni, betra svigrúm til að kynna sér málið. Orðalagi verður að vera skýrt og ég að leggja það til hér að við köllum síðan til Feneyjanefndina sem að hefur oft verið ráðgefandi öðrum þjóðum í þjóðaratkvæðagreiðslum. Mér finnst þetta skipta mjög miklu máli til þess að málsmeðferð verði vönduð og upplýsingagjöf verði góð til almennings. Því við treystum þjóðinni en þjóðin verður þá að fá nægilegar upplýsingar. Örstutt að lokum, hvar standa formenn hinna stjórnarandstöðuflokkana? Ég gerir ráð fyrir því við höfum rætt þetta að þau styðji það
þau styðji þessi mál, þannig að við höfum rætt það okkar á milli. Takk fyrir það, Guðrún. Og við segjum svo lokið héðan af Alþingi. Takk fyrir það, Eva Björk Benediktsdóttir. En þá ætlum við að fara aftur hingað. Skiptar skoðanir eru meðal sérfræðinga á markaði hvort Seðlabankinn hækki vexti eða haldi þeim óbreyttum. Ákvörðun peningastefnunefndar bankans verður birt í fyrramálið. Greiningardeildir Íslandsbanka og Landsbankans búast við að stýrivextir verði hækkaðir 0,25% stig og fari upp í 7,5%. Versnandi verðbólgu horfur til skamms tíma eru sagðir ráða þar mestu Arion banki spáir hins vegar óbreyttum stýrivöxtum þar sem nýjustu hagtölur sýna að hagkerfið sé í töluverðri kólnun. Nú Konráð S. Guðjónsson, hagfræðingur, verður velkomin til okkar. Þú ert í hópi þeirra sem eru á því að stýrivextinni verði hækkaðir. Af hverju segir það? Það einfaldlega vegna þess að þróun bæði verðbólgu og sérstaklega verðbólguvæntinga hefur verið mjög óheppileg undanfarið og bæst ofan á það sem var búið að gerast hérna undir lok síðast árs og í janúar þegar nefndin hitti síðast. Og það var svo sem ekki gefið beint í kynna að þeir myndu hækka vexti en þau sögðu þá að ef að horfurnar versna áfram að þá myndu vera líklegast knúin til þess ef ég las það rétt og það sem knýr þau held ég mest til þess að bregðast við að væntingarnar hafa versnað og tíminn svolítið að hlaupa frá þeim að ná að bregðast eitthvað við til að hafa einhverja stjórn á því hver verðbólgan verður hérna í ágúst þegar það kemur að endurskoðun mögulega á kjarasamningum. Og eins og staðan núna þá það bara býsna tvísýnt að kjarasamningar þeir muni bara halda. Þannig að ég held að þeir muni einhver liti horfa til þess. En nú náttúrulega hagfræðingar ekki alveg sammála með þessi máli. Hvað áhrif hefur það að hækka vexti núna þegar þeir eru augljós merki þessa kólnun? Já, það náttúrulega kannski þessi kólnun sem við höfum verið að sjá en ég hugsa sér kannski einhverju leyti stundum verið ofmetin en það sannarlega kólnun. Ég held að það sé kannski fyrst og í mínum huga þá það bara eykur það líkur einhver leyti að vextinni verði óbreyttir og það sjálfur sér ekkert útilokað að vextinni verði óbreyttir og ef þau verða óbreyttir þá það væntanlega vegna þess að hagkerfið kólna sem munu styðja það ákvörðun en heilt yfir að þá hagkerfið svona, ég getum sagt að það svona malla áfram hægt og rólega við erum ekki búin að sjá einhverja verulega samdráttar vísbendingar ennþá og þá held ég að þau verði einfaldlega að horfa á verðbólgumarkmiði. Rétt í lokin, hversu langt heldur þú að það sé að við þess að við sjáum áhrif í tölunum hér heima af stríðinu í Miðausturlöndum? Við erum náttúrulega farin að sjá það við bensíndæluna og ég myndi ætla að það sem búið að vera gerast undanfarið að það veri kannski að fullu komið inn í eldsneytisverðið á kannski í næsta mánuði og það hefur áhrif á verðbólguna. Vissulega getur Seðlabankinn ekki stjórnað í en þegar að verðbólguvæntingar eru svo laskaðar eins og eru hérna að þá verður Seðlabankinn einfaldlega að bregðast við. Konráð S. Guðjónsson, takk kærlega fyrir að koma hingað til okkar og útskýrta fyrir okkur. Og við förum þá í allt annað. Lögreglan á Vestfjörðum ætlar að grípa til lokana við Látrabjarg ef fjöldi ferðamanna fer yfir ákveðin mörk við sólmyrkvann í ágúst. 70% landsmanna eiga að geta séð sólmyrkvann heima hjá sér. Ferðamenn hafa verið að skipuleggja ferðirnar fyrir þennan atburð í 2-3 ár. Hér gisting löngu uppbókuð, örugglega fyrir 2 árum síðan. Vestfjarðastofa hóf undirbúning fyrir 3 árum. Fulltrúar frá Náttúruverndarstofnun, lögreglu, Vestfjarðastofu og landeigendum vinna að skipulagi fyrir Látrabjarg. Þetta varir sem lengst þar og áhugavert að vera upp á bjarginu eða þar. En fjöldin sem getur sótt Látrabjarg náttúrulega háður því hverju innviðirnir eru til staðar og eins og staðan núna þá getur hann ekki tekið á móti miklu. Héðan út að bjargtöngum eru tugir kílómetra af mjóum vegi í misjöfnu ástandi. Það er til skoðunar að setja á einstefnu út af bjargi meðal annars til að tryggja aðgengi viðbragðsaðila og svo tilbaka þegar myrkvinn búinn. Til marks áhugann fær hótelið í Breiðavík 10-15 fyrirspurnir á dag 12. ágúst. Skipulagshópurinn metur þolmörk svæðisins ekki síst með tilliti til bílastæða. Þá til skoðunar hvernig hægt sé að styrkja innviði, auka gæslu, setja upp öryggislið, salerni og fleira. Við ætlum að vera viðbúið í að fylgja því eftir að svæðunum verði loka þegar einhverjum mörkum náð, varðandi mannfjölda og bíla. Lögreglan gerir ráð fyrir auknum mannskap. Alla jafna 1 bíll með 2 lögreglumönnum á vakt á Patreksfirði, á Ísafirði og á Hólmavík. En núna sjáum við fyrir okkur að vera með 8 bíla. Heilbrigðisstofnun Vestfjarða fjölgar líka fólki á vakt og skoðar að hafa sjúkrabíl til taks á Látrabjargi.
engin opinber fjárveiting liggur fyrir. Það verður bara komið í ljós. Við trúum því að fjárveitingavaldið, eða semst ríkisstjórnin, hún mæti þörfum viðbragðsaðila og annarra sem að þurfa að koma að verkefninu. Sölvi bendir fólki á að koma snemma og dvelja lengur til að dreifa álagi. Fyrir flesta landsmenn þá engin þörf á að ferðast yfir höfuð. 70% þjóðarinnar býr á þessari almyrkvaslóð og við getum í raun og veru flest öll hérna á landinu orðið vitna þessu magnaða sjónarspili við heima hjá okkur. Stóra upplestrarkeppnin fagnar 30 ára afmæli í ár. Keppnin hóf göngu sína í Hafnarfirði 1996. Stofnandi hennar hefur ákveðið að láta staðar numið og stýrir sinni síðustu keppni í kvöld. Já, upphafi var þannig að við Þórður Helgason og Baldur Sigurðsson, við vorum svona kunningjar og vinir og vorum að tala það þegar sveitarfélögin voru að taka við grunnskólanum, hvort það væri nú lag að gera eitthvað kannski, höfum áhuga á framsögn og tjáningu. Þau byrjuðu að undirbúa stóru upplestrarkeppnina í Hafnarfirði. Buðum Birni Bjarnasyni sem þá var menntamálaráðherra og hann bara var mjög hrifinn og bauðst til að styrkja okkur eitthvað áfram ef við svona biðum kannski næstu sveitarfélögum með líka. 5 árum síðar var stóra upplestrarkeppnin haldin í öllum sveitarfélögum landsins. Raddir, samtökum vandaðan upplestur og framsögn héldu utan keppnina í 25 ár. Keppnin fyrir nemendur í 7. bekk grunnskóla og í gegnum árin hafa þúsundir tekið þátt. Tilgangurinn var náttúrulega bara að auka svona framsögn og tjáningu, að koma fram og þurfa að standa fyrir framan fólk og tjá sig og lesa fyrir fólk. Árið 2010 kom Ingibjörg litlu upplestrarkeppninni fyrir nemendur í 4. bekk á fót og árið 2013 fékk hún fálkaorðuna fyrir framlag til eflingar á lestrarhæfni grunnskólanema. Það er náttúrulega mikið talað að lestur sé á niðurleið og svona. Ég á sjálfsagt eitthvað, ég veit ekki, mér finnst bara fullt af börnum lesa mikið og það er náttúrulega alltaf að halda þessu vakandi. Foreldrarnir að vera duglegir líka. Hvernig tilfinning það að hætta eftir öll þessi ár? Maður verður náttúrulega einhvern tíðan að hætta, það er nú bara þannig og nú fannst mér bara tímamót, hún 30 ára og hún bara, hefur þroskast vel og bara það fullt af fólki sem tekur bara við og það allt tilbúið í hendurnar af fólki. Dagur heilags Patrik sem leið þjóðhátíðardagur Írlands var haldinn hátíðlegur víða heim í dag og sem fyrr græni liturinn allsráðandi. Mars dánardagur heilags Patriks, þekktasta verndardýrlings Írlands. Það var hann sem fekk Íra til að taka upp kristna trú og upphaflega var þetta trúarlegur hátíðisdagur. En það hefur breyst í gegnum aldirnar. Nú snýst dagurinn einnig að fagna írskri menningu og Írar eru þekktir fyrir mikla gleði, glaum og auðvitað smá drykkju. I love the Irish culture. St. Patrick's Day! Og ef þú kemst ekki á írska pubin þá kemur hann til þín, allavega í bænum Andover í Massachusetts í Bandaríkjunum. So if you have some Irish heritage, this is really, when the lights go down at night, it's definitely, you could be anywhere and you feel like you're in Ireland. Last year we said, hey, let's do this for St. Patrick's Day, and it was such a hit that we're going to do it every year. Og það skulum við sjá hvað verður boðið upp á í Kastljósi kvöldsins. Hvað ef reynsla úr móðurkviði hefur áhrif á heilsu okkar áratugum síðar? Við ræðum við sérfræðinga í áhrifum áfalla og heilsu í Kastljósinu í kvöld. These are deadly serious things that will make a big difference to the future. Almannavarnir vinna að aðgerðaáætlun fyrir almyrkva á sólu í ágúst. Við tökum stöðuna á undirbúningi. Ég hugsa að það verði sama hversu vel við skipuleggjum umferðina að það þarf að reikna með því að verði einhverjur umferðartafir. Og svo það íslenskur hönnuður sem keppir í dönskum raunveruleikaþætti. Úrslitin ráðast í kvöld. Maður svona að reyna að vera rólegur en maður að deyja úr stressi. Og þá það veðrið. Í nótt dregur úr ofankomu og vindi norðanvert landið. Á morgun verður hæðarhryggur yfir landinum og víða fremur hæg breytileg átt og bjart en stöku él norðaustan til. Svo nálgast ný lægð landið úr vestri.
Þannig að annað kvöld verður komin allhvöss suðlæg átt með snjókomu eða slyddu vestanvert landið en úrkomulítið austan til. Hríðarviðvörun hefur verið gefin út fyrir Vestfirði aðra nótt. En við fjöllum nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Íslenska karlalandsliðið í handbolta gaf stuðningsmönnum eiginandaráritanir í Smáralind í dag, ungum handbolta aðdáendum til mikillar ánægju. Viktor Gísli hann bara mitt uppáhalds. Kvennalandsliðið í körfubolta mætir Portúgal í Ólafssal í undankeppni EM í kvöld. Og íranska karlalandsliðið í fótbolta vill spila HM-leiki sína í sumar í Mexíkó en ekki í Bandaríkjunum eins og til stendur. Íþróttir eftir augnablik. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Blóðugir og sárir minkar sem farnir að naga sig inn að beini á meðal þess sem sést á myndefni sem tekið var á loðdýrabúum hér á landi. Yfirdýralæknir MAST telur að endurskoða ætti lög sem heimila loðdýrarækt. Ísraelar segist hafa drepið háttsetta yfirmenn í Íran en stjórnvöld þar hafa ekki staðið fyrir stöðsföllin. Stjórnvöld í Ísrael hvetja Írana til að steypa stjórnvöldum af stóli. Almyrkvi á sólu í ágúst gæti laðað fjölda ferðamanna að Látrabjargi, mikil eftirspurn eftir gistingu og þjónustu á Vestfjörðum dagana kringum sólmyrkvann. Írar allan heim fagna þjóðhátíðardegi sínum í dag. Dagur heilags Patreks hefur í seinni tíð farið að snúast mikið drykkju í bland við gleði og glaum. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og kastljósi og svo minnum við á Kveik sem hefst klukkan 20:15. Nýjustu fréttir má finna allan sólarhringinn á ruv.is. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. En við á fréttastofurinn, við þakkum ykkur kærlega samfylgdina þar sem af þessum degi. Verið sæl.